af fundum samninganefnda Íslands og Sovétríkjanna nýjan viðskiptasamning. 23 bátar hafa nú þegar hafið síldveiðar en veiði hefur verið frekar dræm þessa fyrstu viku vertíðar. 5 ára rammasamningur viðskipti Íslands og Sovétríkjanna rennur út á þessu ári. Fundir framlengingu samningsins hófust síðastliðinn mánudag en þeim lauk í gær án þess að nokkur niðurstaða fengist. Ástæðan var fyrst og fremst sú að Sovétmennirnir sögðust ekki hafa heimild til að ganga frá bindandi samningum sem myndu tryggja fjárveitingu til kaup á íslenskum vörum enda eru nú í deglunni miklar breytingar í Sovétríkjunum. Einar Benediktsson, framkvæmdastjóri síldarútvegsnefndar, segir að þetta þýði að mikil óvissa ríki sölu á saltsíld til Sovétríkjanna sem og á öðrum íslenskum útflutningsvörum. Mikil áhersla sé þó lögð á samkomulagi við Sovétmenn og stefnt að því að viðræðum verði framhaldið í Moskvu í nóvember. Síðustu ár hefur sala á saltsíld til Sovétríkjanna numið 150 til 200.000 tunnum árlega en í fyrra var alls saltað í 240.000 tunnur. Nú búið að semja sölu 115.000 tunna af saltsíld á þessari vertíð. Þar af fara 65.000 tunnur til Svíþjóðar, Finnlands og Danmerkur en 50.000 tunnur til Sovétríkjanna samkvæmt samningi frá því fyrra. Síldin þó ekki bara söltuð, hún líka fryst. Hjá sölumiðstöð hraðfrystuhúsanna og sambandi íslenska samvinnufélaga fengust þær upplýsingar að samningar sölu á frystri síld til Japan og Evrópumarkað væru vel á vegkomnir en erfitt að segja til magnið sem selt verður fyrr en búið að ljúka við alla samninga. Síldarvertíðin hófst síðastliðinn sunnudag og fengu 88 bátar leyfi til að stunda síldveiðar en gert ráð fyrir að veitt verði 98.000 tonn. 23 bátar hafa þegar hafið veiðar, þar á meðal Hringur GK18 frá Hafnarfirði en hann landar hjá hraðfrystuhúsi Eskifjarðar. Þessar myndir tók Þórarinn Hávarðsson, okkar maður á Eskifirði á fimmtudag, þegar Hringur kom inn með 40 tonn af blandaðri síld. Síldarvertíðin hefur nú staðið í 1 viku en veiðin hefur verið fremur dræm og lítið búið að salta og frysta.